Hollenska ferðaskrifstofan Voigt Travel hefur nú hafið sölu á skipulegum ferðum til Akureyrar með leiguflugi frá Hollandi. The last couple of years, of course, we see the interest exploding for the destination Iceland. There's so much beauty throughout the whole land. And I thought there might be an opportunity to get another gateway to enter this beautiful landscape. So we discussed with Visit North Iceland about the plan to make a gateway from the Netherlands to Akureyri to start with direct flights. Voigt Travel ferðaskrifstofa í Hollandi með 30 ára reynslu af ferðum fyrir hollendinga á norðlægar slóðir, þar á meðal til Finnlands, Noregs og Svíþjóðar. En hvað var það sem var til þess að Ísland bættist við? Well, Iceland is on many people's bucket list, so it's really like a destination with everything known. And of course, not only the people on Iceland, but also Icelandair and WOW have done a great job in order to promote the destinations as a stopover. So there is some knowledge, it has some reputation, but there is so much more to be offered on Iceland. And a lot of these gems are up north. And of course, people don't know everything yet about the north, but to bring them here, to bring them to this gateway, they will get more knowledge. We will have references, and the beauties we have here will be discovered by the people, and hopefully word to mouth will bring the message onwards to the rest of the market. Áhersla ferðaskrifstofunar verður bæði á ferðalög þar sem ferðamenn keyra sjálfir á milli staða og hópferðalög með farastjóra til þess að stuðla að dreifingu ferðamanna allt Norðurland. I think the development for Iceland has been a bit one-sided. Of course, I respect to see what happened down south, and it's beautiful with a lot of tourists. But then again, there is so much beauty up here in the north. The landscape is different, and there are a lot of things to see and do. So I hope that we're able to let the people stay a bit longer in the north of Iceland, and not only for 1 or 2 nights, but preferably a bit longer on their tour throughout the country. And we need to do that in cooperation with the local service suppliers. So they also need to help us to develop programs, to develop excursions, to offer good services. Because if we want to let the people stay longer, we have to show them how good we are. Markastofa Norrlands og flugklassin ER66N hafa leitt verkefnið og nú standi við viðræður við ferðaþjónustufyrirtæki á Norðurlandi samstarf við ferðaskrifstofuna. We saw that they had this urge, this interest to get people a quicker way up north. And that's why we discussed with the Dutch airline Transavia to come up to a scheduled charter flight. So we plan to fly next summer for the first time from Rotterdam, The Hague Airport in the Netherlands, once a week on Monday from the end of May until the beginning of September, directly to Akureyri. En hvað með heimamenn? Það inn í plönum ferðaskrifstofunar að bjóða upp á beint flug fyrir Íslendinga út til Rotterdam í Hollandi? We start with the summer flights, then after that I hope to implement winter flights, because we believe in a sustainable structure of this connection. This means that we have to come to year-round services eventually, so we have a good plan for that. And in this plan it also fits that we will have the flights as a service for the local people to visit Rotterdam, to come to the Netherlands. And Rotterdam is a beautiful city, and Amsterdam is only 70 kilometers away. So I think that would be a good option. But I have to tell you and to reveal with you that our first objective is to get a lot of happy travelers and happy guests from the Netherlands up to North Iceland. Þetta flug hérna frá þessu hollenska flugfélagi, hvað þýðingu hefur það fyrir ferðaþjónustuna hérna á Norðurlandi? Þetta mun hafa gríðarlega mikla þýðingu. Við erum að fá auðvitað hér fólk beint til okkar, einhverju leyti nýjan markhóp. Við erum að fá bæði hér inn flug yfir sumartíman og svo í meira mæli yfir vetrartíman, sem að skiptur okkur ekki hvað síst máli upp á það að ná upp betri nýtingu á þeim tíma ársins og ná þannig að nýta betur innviði sem við höfum og geta þá í framhaldinu aukið eða fjölgað störfum, heilsársstörfum í ferðaþjónustu. Þetta ekki alveg nauðsynlegt skref til þess að dreifa ferðamönnunum meir landið? Jú, við erum á þeirri skoðun. Við teljum það einboðið að það sé að
gott að geta komið ferðamönnum víðar inn í landið heldur en bara í gegnum Keflavíkurflugvöll og þetta bara nauðsynlegt skref í þá átt og við höfum lengi náttúrulega verið að vinna að því að koma Akureyrarflugvölli á korteri sem annarri gátt. Staðan á ferðaþjónustunni hérna á hún nóg inni til að taka á móti þessum fjölda? Á móti þessum fjölda, já, við höfum nóg inni til þess. Hvað framtíðin byrju skautið sér, við vitum þetta ekki, en áætlanir þessara hollensku aðila gera ráð fyrir að auka á næstu árum og þá kemur auðvitað að því að þá mun verða eftirspurn eftir meiri gistingu og meiri afþreyingu heldur en við höfum í dag. Sjáum við fleiri flugfélög á næstunni nýta sér þennan möguleika? Það of snemmt að svara því. Ég hef alla trú á því að svo verði, en við höfum ekkert svona í hendi það akkurat á þessari stundu. Hvernig kom þetta til að hollensk flugfélag ákveður að fljúga hingað? Það kemur auðvitað til í framhaldi af þeirri vinnu sem búið að vera að vinna í flugklassanum í langan tíma. Hann var stofnaður náttúrulega 2011 og síðan þá búið að vinna að þessu og við höfum haft mjög dyggan stuðning bæði sveitarfélaga og fyrirtækja hér á svæðinu til að gera það. Og í rauninni samskiptin má segja hófust kannski formlega á síðustu Roots Europe sýningu þar sem eru áfangastæður og flugfélög að hittast og para sig saman. Þar náði ég fyrst góðu samtali við flugfélagi sem sér flugin og í framhaldi af því komustu svo í sambandi við ferðaskrifstofuna og þá fóru hjólin að snúast. Ferðaþjónustan, þetta samvinna margra þátta, það matur og gisting, það afþreying og svo flugi sem þarf að spila saman. Hvernig eru ferðaþjónustaðilar að taka í þetta? Já, við erum svo heppin hérna á Norðurlandi að hér eru yfirleitt allir jákvæðir fyrir svona verkefnum og leggja sig fram að sækjast eftir viðskiptum við nýja aðila og við fögnum því auðvitað. Þannig að það yfirleitt aldrei vandamál fyrir þá aðila sem að koma inn á borðu þessa hollensku að finna hér þjónustu við hæfi.